en við vissum ekkert þá var bara sagt, 5 til 7 ár var ég sko meðallíftími. Þannig að við vorum bara að byrja að syrgja á að kveðja bara eiginlega strax sko. Já. Þannig að við erum að syrgja í 17 ár sko. Að bara undirbúa okkur. Ég var að hugsa alltaf þetta síðustu jólin og hérna. Og hvað varst þú gamall þegar þetta gerist? Þegar hann greinist? 5 ára. 5 ára? Já. Ok. Vá. Þannig að þetta hefur verið bara, auðvitað. Maður er alltaf, þetta síðustu jólin, síðustu þetta, síðustu ammælið. Það er svona, það var erfitt fyrir hérna tók á. Ég get alveg ímynda með það. Samt sko svona líjandi tók á. Að því við vildum einhvern veginn ekki, að því maður vildi heldur ekki heldur að tala um það sko, til þess að gera honum einhvern veginn erfiðara fyrir eða, eða okkur hvort öðru, við vorum bárum þetta allt svolítið bara í okkar eigin. Og það hefur ekkert verið mikið eitthvað svona verið að, svona eins og með áfallahjálp og svoleiðis þarna. Það var enginn að pæli. Nei. Þannig að þetta hefur verið bara, hefur þurft eitthvað að díla við þetta seinna meira? Þetta hefur verið náttúrulega stanslust svona. Já, sko ég held ég var að koma með þetta fyrir nokkrum árum. Já. Og hérna var komið líka á lenginni. Ok. Og hérna var mér sér bara búin að segja svona einsta hringa, nú er ég bara lítur allt út fyrir að ég sé. Nei, hvað? Og hérna, það er svo skilur þetta því að ég er frekar líkur honum og hérna svo spilaði trommur líka og fólk var alltaf að segja, alveg svo pappiðinn og þegar þú ert 5, 6, 7, 8, 9, 10 eitthvað, þá tekið því með öllu. Já. Þannig ég var alltaf bara, ég verð dáin líka fyrir 49 eða 50, þannig að ég var alltaf að undirbúa myndið það og hérna svo greinist Helga systir með þetta og það bara eiginlega í símtalunum sem ringir í mig þá bara missi ég bara mátt í annarri löppinni. Nei. Og hérna kom svona kippi, svona taugakippi sem er svona lýsandi og ég fyrir að hitti taugalækna og bara ég þetta lítur nú ekkert sérstaklega vel út, ég bara nei, ég veit, ég þekki enginn inn og hérna þannig að ég var með MNDS í nokkra mánuði. Já, ok. Sem var mjög skrýtin tilfinning. Já. Og svo fer ég í erðapróf. Hún segir svo bara, svo kemur til okkar og við tekur einhvern aðstönda með þér og niðurstöðunar eru kynntar og ég bara neinin, sko, þetta er bara formsættri, þú bara hringdi í mig, græði með þetta, bara svo ég geti byrjað að lyfjakjöf og hún ég bara, jú, ekkert mál sko. Bara, ég er búin að undirbúa með þetta undir, þú veist, þetta er bara, ég veit og bara, og hérna og svo var ég í námi upp á Bifröst og var í einhverjum hóptíma og hérna Teams eða eitthvað og hringi síminn og sagði, þetta er það eitthvað viltu enda bara að fá að vita í gegnum síma? Ég var já og þá segir hann, ég sé ekki með þetta og eins og bara þú veist, það bara leið hættu öll líkalega einkenni og þetta er sko að því ég var svo forrita heilan að mér svo rosalega að ég var að fara að fá þetta en að hann bara kallaði fram einkennin